Já, heyrðu, það mikið talað íslenskuna á þessu tíma, á tímum fólksflutninga, hvort að innflytjendur eigi rétt á íslensku kennslu og hverju að gera kröfu það. Það er líka verið svolítið rætt bara svona hvort að sú íslenska sem innflytjendur tali heyrist og hvort að eyrun á Íslendingum séu nógu svona opinn og breið til þess að leyfa það. Það er málfarslögreglan, við þekkjum hana öll sem að ferðast Facebook og víðar og skammar fólk fyrir að tala ekki rétta íslensku. Til að ræða aðeins þetta hingað komin sem stödd í Svíþjóð, Sigurlaug Soffía Friðþjófsdóttir. Hún lögfræðingur en hún skrifaði meistaraprófsritgerð í svona fjölmenningar og fólksflutningsfræðum einhvers staðar sem heitir Linguistic Panic og fjallar einmitt íslenskuna á tímum fólksflutninga. Ég vona þetta hafi haft þetta svona nokkuð rétt eftir. Já. Já, Sigurlaug. Heyrðu, þá það bara spurningin. Hvert álagið? Álagið á íslenskuna, þarf hún að breytast? Álagið á Íslendinga að sætta sig við það að fólk talar margs konar íslensku? Álagið á innflytjendur sem að þurfa að læra íslensku í hvelli til þess aðallega samfélaginu? Hvar er átökin? Já, ég myndi segja líklega að þetta sé einhvers konar driftálag, þar sem við allir þessi aðalega sem við nefndir þurfa að sameinast það að bara ræða og ákveða hvernig íslenskan mun þróast áfram og hvaða hlutverk hvert og eitt okkar hefur í því samhengi, hvort sem við erum þá innfæddir Íslendingar eða háskólamenntuð eða innflytjendur. Ef við byrjum á Íslendingunum að finnst þér gæta þess að Íslendingar eigi erfiðleikum með að sætta sig við þær breytingar sem hafa orðið, að 15% íbúa landsins eru innflytjendur og ekki með íslensku sem móðurmál. Finnst þér gæta svona eins og við vundum vilja gjarnan að það væri 1950, það sem allir töluðu íslensku? Já, sko mér myndi segja að væri svona til dæla frjálslynd þjóð þegar kemur að innflytjendum og rannsóknir sýna það líka, en það hins vegar rosalega sterkt í okkur þessi hrintungu stefna eins og hefur köllin, það að við þurfum að tala hreina og fallega íslensku, helst beygja allt rétt og ekki sletta og þessu þá tengist það að hafa hana þá heldur ekki með hrein, þannig að það ákveðið óþol sem maður hefur orðið var við í tengslu við íslensku með hrein, og það eitthvað sem kannski líka nýtt sem það innflytjendur eru farnir núna með tilkomu samfélagsmiðla og svoleiðis þá heyrum við meira kannski raddir innflytjenda, samt ekki næstu í nógu mikið, en það ákveðið óþol hana sem við þurfum að ávarpa og við þurfum að ræða, myndi ég segja. Og það ekki bara að ávarpa málfarslöggunnar og segja þeim að slaka á? Jú, það nú þegar margir farnir að gera það og Eiríkur Rögnvaldsson til dæmis fer þar fremst í flokki og hefur hans bara vitundarvakning hvað þetta varðar náttúrulega gríðarlega mikilvæg, og þegar ég byrjaði að rannsaka þetta efni, kannski segja eins frá það ritgerðinu minni hvað ég var að rannsaka. Ég var að bera saman tvær íslenskar málstefnur. Tvær íslensku málstefnur sem hafa verið gefnar út. Önnur frá 2009 og hinn frá 2021. Og ég var svona að greina hvað orðræði maður finna í málstefnum í tengslu við verndun íslensku tungu og hvort það hafi orðið einhver breyting á það samhliða aukin fjölgun innflytjenda á Íslandi. Því á þessum tíma þá náttúrulega eykst hlutfall innflytjenda töluvert og mér svona forvitna að vita hvort það hefði orðið einhver breyting á það orðræðinni. Og hver var niðurstaðan? Niðurstaðan var áhugaverð, sko. Það var vissulega breyting þarna á. Málstefnan frá 2009 mjög íhaldssöm og grípur svona mikið niður söguskýringar og falla með ítalegum hættum, brauðriðindastarf á sviði málhreinsunar og svona lagaumhverfi í kringum tunguna og alls konar svona fastsettar hugtakaskilgreiningar og slíkt.
og þá talað innflytjendur sem svona hóp einstaklingar sem gert ráð fyrir að muni staldra stutt við á landinu, en þeir flytji með sér aukinn fjölda tungumála sem ógni þá íslensku tungu og það þurfa að bregðast við því. Þannig að varðveisla tungumálsins þá beintengt því að halda tungumálinu hreinu og ómenguðu svona af utanaðkomandi erlendum áhrifum. Og svo málstefnan frá 2021, hún mun svona framsæknari og víðsýnni og þá meira þess að búið að bæta við kafla sem jafnræði og fjölmenningarlegt samfélag. Og þá talað þessa nauðsyn að innflytjendur fá aðgang að íslensku samfélagi og þessi farandverkamaður þá orðinn innflytjandi, ekki á leiðinni aftur heim. Og þannig að það svona áhersla á þessa breyttu lýðfræðislegu samsetningu þjóðfélagsins og hvernig við getum komið til móts við það. En hins vegar þá mesta svona áherslan, myndi ég segja, á að brúa bilið á milli tungumálanotandans og tungumálastaðalsins, en í því samhengi þá fyrst og fremst talað tungumálanotandans sem ungu kynslóðina. Og hættan sem stæðir í íslenskunni það tala vera hversu fráhverf sú kynslóð að verða tungumálinu. Og þessi einhvers konar rofa milli þjóðarvitundarinnar og tungumálsins. Að hættan sé að unga fólkið fari að hugsa og tala á ensku. Já, og þessar streymisveitur og auki aðgengi að öllu YouTube og því og líka bara það að þessi svakalega áhersla á að tala rétt, beygja rétt, að koma tungumálinu rétt frá sér, hvað sem rétt nú það sé svona grafa undan því að unga kynslóðin hafi nokkurn áhuga á því að taka þátt í varðveislu tungumálsins, læra íslensku. Það alltaf minni áhugi bara á íslensku fræðum eða náminu, málfræðning. Og við sáum það að ég held að þessi hafa aldrei færri skráð sig í íslensku í Háskóla Íslands eins og í ár. Það svona aðal áherslan á þessari nýju málstefnu. Það segja að það þurfi að breyta viðhorfinu í garð tungumálsins og til þess að það sé hægt að gera það þurfi að koma til móts við ungu kynslóðina og hleypa þeim inn í umræðuna. Taka þátt í því að þau hafi hlutverk við mótun og þróun tungumálsins. Ætlum við að halda áfram að setja allar niður sem segja mér langar. Af hverju er okkur svona svakalega í nöp við það þegar við vitum það að það eru rosalega margir sem segja það til dæmis. Við þurfum að þora að taka þessu umræðu. En ég hins vegar var að skoða þetta alveg út frá þessu innflytjendum og niðurstaða mín að því leyti ekki nógu jákvæð myndi ég segja og ég vil meina að innflytjendum sé ekki gefið nægilegt hlutverk, hvorki sem varðveitendur tungumálsins, nýja notendum þess. Þannig að það sé ekki vera að leggja áherslu á það að brúa bilið milli þá innflytjenda og tungumálastaðalsins. Öll áherslan, eða langmest áherslan sé það á ungu kynslóðina og innflytjendur sé einhvern veginn settið til hliðar. Jú, það þessi nýji kafli jafnræði fjölmenningarlegt þjóðfélag og það þurfa að bæta aðgengi, en það einhvern veginn ekki ávarpa almennilega, finnst mér. Og ég sakna þess svolítið. Það kemur kannski í málstefnunni 2033 eða eitthvað. Já, þetta enda málstefna sem sett 2021 til 2030. Þannig að hún til margra ára. Og þannig að það þarf að skoða þetta líka, sko. En ef það á að leyfa unga fólkinu að taka þátt í þróun málsins, þá þarf eiginlega að breyta svona þjóðarvitundin málið, því að málið mjög þröngur salur, þar sem að enginn fær að vera með nema að segja allt rétt. Þannig að þetta ekki sveigjanlegur þjóðfundur þar sem að við erum að móta málið, það bara málið klárt, þetta bara, það liggur fyrir hvað rétt og hvað rangt og þú verður bara að læra að tala rétt mál, annars ekki að tala íslensku. Þetta nú svona meir og minna stemmingin. Já, Já, og þetta það sem maður svona elst uppi og ég sjálf þurfti að fara í ákveðna sjálfskoðun því ég hóf þetta ferðalag áttaði mig á því hvað ég var sjálf bara útlandi hrókafull, sko. Var rosalega fljóta að setja fólk niður sem talaði vitlaust, skrifaði vitlaust og hvernig var ekki
Þannig að þetta held ég, meira en við áttum okkur á, rosalega stór hluti af okkur mörgum. Sérstaklega þá sem svona fyrir að mennta veginn og fara langt. Þá svona við skriftum svolítið, stundur svona fylkingar svolítið, sem að Heldur ekki að þetta hafi verið notað til þess að svona lemja aðeins á lágstéttinni, að hún talaði ekki nógu fallegt mál, þannig að hún væri á svona sinni skör í samfélaginu og svo náttúrulega ganga innflytjendur bara beint inn í það, þannig að innflytjendur kvarta mikið yfir því að þeir fá eiginlega að valla tala íslenskuna á þess að Íslendingurinn sé byrjar að leiðrétta og lagfæra allt sem við segja. Þeir bara heyra aldrei hvað ég að segja, heldur bara hvernig ég segi það. Nákvæmlega, það nákvæmlega þetta sem kjarnar þetta svo vel. Það alltaf hlustað á hvernig við tölum en ekki hvað við höfum að segja. Og það náttúrulega ekki gott og þetta eitthvað sem við þurfum bara sem samfélag aðeins að horfast í augu við, sko. Og ég nú náttúrulega sjálf ég innflytjandi í Svíþjóð og að tileinka mér nýtt tungumál og það náttúrulega hægara sagt en gert og ég sé náttúrulega með dönsku sem bakgrunn og hvít forréttinda kona og ég hef hins vegar upplifað það að Svíar eru allavega mín upplifun og það sem ég heyrt kringum mig, þeir grípa ekki oft til ensku, þeir eru rosalega þolinmæðir. Ég gekk inn í tungumálanámskeið algjörlega kostnaðarlausu og án þess að þurfa að bíða neitt eftir því. Þannig að það líka þessi hluti sem skipta máli, sko. Að því við erum að gera þessa kröfu innflytjendur, þið þurfa að læra íslensku, án íslensku þá fáðu ekki aðgang að samfélaginu og svo framvegis. En svo einhvern veginn, þá ekki svona ókeypis tungumálakennsla, þú þarft að vera búin að vera til þess að fá niðurgreiðslu frá stéttarfélagi, þú þarft að vera búin að vera 3 mánuði, þannig að þú kemur óleittur inn til landsins, þá þarftu algjörlega greiður eigin vasa. Þannig það alls konar svona hluti sem maður myndi halda að vera einfalt að snúa við, en hefur einhverjum ástæðum ekki verið gert. Svo það þannig að fólk oft búið að vera að vinna kannski 8 mánuði næstu ár áður að verður fullgildur félagi í sínu stéttarfélagi. Já, einmitt. Það bara raunin þannig, sko, þótt að reglunar séu kannski öðruvísi. En þegar maður ferðast erlendis, þá áttar maður því að fólk bara með svona misjafnlega góð eyru. Það svona misjafnt þol fyrir því að tungumáli sé talað öðruvísi. Kannski í miðjum stórborgunum þá bara fjölbreytilegar mállýskur eitthvað fleira en þegar maður fer kannski út í dreifðari byggðir að þá byrja fólk að kvá í hvert skipti sem maður verður að reyna að tjá sig á málinu og heyrir ekki neitt. Við erum kannski svolítið svona útnári að þessu leiti að við bara heyrum ekki íslensku nefnum sér töluð rétt og erum alltaf að segja En ég held við séum nú á réttri braut hvað þetta varðar. Við erum, ég sá nú fréttum daginn að ekki 2 fréttamenn sem tala íslensku með hreim. Það miklu meira heldur en við vorum með fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að ég held að við séum á réttri braut, en bara svo framlega sem við tökum þetta samtala, því ég held að sé svo mikilvægt að hver og einn sé svolítið meðvitaður við berum öll ábyrgð þannig. Ég, til dæmis, bara gott dæmi, sko, ég var að skrifa þessa ritgerð, svo var ég í samskipti við að leigja á íbúð Íslandi, ef við eigum íbúð Íslandi og erum að leigja hann út og svo var ég í samskipti við leigjanda minn og skrifa alltaf á ensku. Svo allt í einu var ég bara, hvað? Hún er búin að búa í Íslandi 5 ár, akkur ég skrifin á ensku? Svo skipti ég og sagði við hann bara, við skulum endilega tala íslensku saman og nýta tækifæri sem þú hefur þá í samskipti við mig til þess að læra íslensku. Og hún var mér svo þakklátt og ég bara svona þessi litlu hlutir, sko. Og mér þess að ég fætti þetta ekki, samt var ég að skrifa ritgerðina. Þannig að við þurfum held ég öll að færa smá sjálfskoðun. Og það þannig að fólk byrjar að skilja áður að það getur nota tungumálið, þannig að það alltaf að eiga samtala sem að ég tala íslensku en þú svara mér á ensku ef að þér finnst íslenska róðhjól. Þannig að það svona, það gleymist. Eins og ég oft með núti, ef ég finn ekki orðina á sænsku þá nota ég ensku eða svoleiðis, sko, en þeir svara mér eiginlega alltaf á sænsku og ef ég skil ekki þá umorða skipta aldrei yfir í ensku. Þetta rosalega mikilvægt. En ef við þurfum að gera átak sem samfélag, það eru 15% íbúana eru innflytjendur, unga fólkið, það með annars konar
tengsl við tungumáli heldur en kannski þau sem eldri eru, þannig að við erum að tala um bara mjög stóran hluta. Þetta Ríkisútvarpið sem að þú nefnir að það eru komnir fréttamenn sem að tala með hreim, en það er ekki svo langt síðan. Ég man til dæmis 1918 þegar var framboð í Eflingu, þá var í Morgunútvarpinu talað við 2 pólskar konur, verkakonur í Eflingu. Og mér fannst það bara eins og var áfangi í sögunni að það væri loksins komin fólk að tala með hreiminn í Ríkisútvarpinu 2018. Eitthvað síðan gerði það ekkert í framhaldinu, en núna svona undanfarið kannski 2 ár þá finnst manni að vera svona hröðbreyting á þessu. En Ríkisútvarpið mætti náttúrulega gera miklu meira. En hvað getum við gert meira? Þetta getur alltaf verið þannig að við höfum bara fást þetta hvert fyrir sig. Er eitthvað sem að samfélagi getur gert? Já, bara eins og bara númer 1 að kannski hætta að vera alltaf að eins og þú segir, hlusta hvað fólk segir en ekki hvernig það er að segja það er mjög mikilvægt og bara dreifa því út þessu boðskap sem þeir sem þó að minnstakosti þora að vekja athygli á því hversu illa er staðið að íslenskukennslu fyrir innflytjendur. Þá er það líka okkar að grípa það og segja, þetta er ekki í lagi. Ég vil ekki búa í samfélagi þar sem það er svona lélegt aðgengi að íslensku. Við getum það öll með tilkomin samfélagsmiðla, lítill sértæki. Við vitum það líka alveg hvað skiptir miklu máli bara því ef það nær til eyrna margra því auðveldara náum við til eyrna stjórnvalda, þá gerist eitthvað. Þannig að við sem samfélag til dæmis bara þetta litla og svo líka þetta, eins og ég segi, talaðu íslensku við innflytjendan. Ef að minnstakosti gerði tilraun til þess og leyfðu honum þá að taka ákvörðun hvort hann vill gera það eða ekki. Hvetjum bara hvert annað áfram í þessu. Af því ég vil meina og ég held að þetta sé algjörlega bara á ábyrgð okkar allra og svo einhvern veginn, við sáum núna umfjöllunum þegar Eiríkur Röggvaldsson var að stinga upp á þessu hvernig verkalýðshreyfingin gæti komið inn í þetta, þá allt í einu var það mjög fljótlega að fara að snúast bara mannin en ekki málefni og mér finnst það mjög leið allt í einu fór þetta snúist það hvort að Eiríkur Röggvaldsson væri að koma fram fyrir hönd ykkur að mennta eldu og það væri innflytjandana að varðveita tungumáli og svo hinum meginn þá var allt í einu Sólveig farin að grafa undan innflytjandum á Íslandi og maður spyrir hvernig væri bara að við föðmum þá bara þetta umræðefni, þetta málefni og ræðum það eins, skilur við. Þarna ertu komin bara orðræðuna almennt á Íslandi sem á það til að vera í þessum fari sem þú ert að lýsa. Já. Að þegar kemur að aðalatriðinu þá leggja Íslendingar á flótta. Eins og Laxness sagði ekkert. Herðu, Sigurlaug, við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að tala íslensku og innflytjendur. Og við ætlum líka að halda áfram að tala íslensku við innflytjendur því að á eftir kemur Maurizio Tani sem hefur búið á Íslandi síðan 2001 og ég ætla að tala við hann ítölsk stjórnmál.